Komið þið sæl. Í þessum þætti og fjölmörgum öðrum í sumar ætlum við að fjalla 95 ára sögu Sjálfstæðisflokksins. Flokkurinn var stofnaður 25. maí 1929 með samruna Íhaldsflokksins og Frjálslyndaflokksins. Við fáum til okkar fjölmarga gesti í þessum þáttum og ræðum við þá vítt og breitt, fyrrverandi og núverandi forystumenn flokksins, kjörna fulltrúa, fólk sem hefur starfað innan flokksins í ýmsum trúnaðarstörfum og eins fræðimenn sem við fáum meðal annars til að varpa ljósi á þátt Sjálfstæðisflokksins í lausn ýmissa stórviðburða í sögu þjóðarinnar þessa áratugi. Allir þættirnir verða aðgengilegir á helstu hlaðvarpsveitum, á YouTube, heimasíðu flokksins xd.is og á samfélagsmiðlum. Í þessum þætti er gestur minn Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, varaformaður Sjálfstæðisflokksins og utanríkisráðherra. Vertu velkomin. Takk fyrir. Svona áður en við förum að ræða þinn pólitíska feril, sem er nú mjög spennandi. 95 ár er langur líftími stjórnmálaflokks, held ég megi segja, bæði ef við horfum til Íslands og eins í alþjóðlegu samhengi. Sjálfstæðisflokkurinn hefur, ég held ég sé sanngjarnt að segja, á þessum 95 árum verið burðarafl í íslenskum stjórnmálum. Af hverju heldur þú að flokkurinn hafi jafn lengi og raun ber vitni notið þessa trausts meðal þjóðarinnar? Ég hugsa að það sé nú samblanda af ýmsu. Það er auðvitað augljóst að við höfum verið burðarás í íslensku stjórnmálum í raun alla tíð vegna þess að við höfum verið oftast í ríkisstjórn og þar af leiðandi haft mest áhrif á það hvaða leið Ísland hefur farið á svo ofboðslega mörgum sviðum og á mörgum svona krítískum punktum í sögu lands og þjóðar. Ég myndi segja að þetta hefur auðvitað í gegnum áratugina verið svona fjölbreyttur hópur með sterkar tengingar í rauninni inn á flest öll, ef ekki öll svið samfélagsins, auðvitað fer það upp og niður og allt það. Þannig að við höfum verið í svona, myndi ég segja, góðum tengslum við þjóðina en við höfum líka haft áhrif á þjóðina. Við höfum auðvitað heilt yfir verið mjög vel mönnuð og oft er þetta spurning persónur og leikendur en í grunninn snýst þetta auðvitað bara þessi grundvallar gildi sem flokkurinn hefur staðið fyrir allt frá stofnun og stendur alveg jafn fyrir í dag og breytist síðan auðvitað áherslur bara eftir því hvaða tíma við lifum en alltaf standa þessi gildi fyrir sínu. Og þegar okkur farnast að nálgast málin út frá þeim gildum þá hefur okkur gengið vel og við höfum farið í gegnum mjög miklar breytingar bæði innanlands í pólitísku landslægi, utanaðkomandi aðstæður og allt þetta. En þessi svona rauði þráður bara í því fyrir hvað flokkurinn stendur þá er það í mínum huga svona opinbera leyndarmál við velgengni flokksins sem er algjörlega samofin ótrúlegri sögu sem að Ísland á. Ég meina breytingarnar hérna á einni öld eru gigantískar. Lífskjörin og lífsgæðin sem að fólk hér á landi býr við er öfundsverð bara á nánast alla mælikvarða. Þannig að, já. En ef við ræðum þá aðeins þinn pólitíska feril, hann hefst formlega 2016, þú ert kjörinn á þing, en þú ert auðvitað búin að starfa töluvert lengur í stjórnmálum. Þú ert kjörinn á þing 28 ára, tekur við ráðherraembætti 11. janúar 2017. Eftir nokkuð erfiðar stjórnarmyndunarviðræður skulum við segja, þá ertu 29 ára. Hvað var til þess að þú ákvaðst að gefa kost á þér? Það er nú alveg ótrúlegt hvað ég hef fengið þessa spurningu oft og ég sé ekki komið með kjarnmyrtara svar við henni. Vegna þess að ég man ekki eftir mér, þú veist sem ungri, svona sem ungling að hugsa, ég ætla að vera stjórnmálamaður. En ég hef alltaf haft bara gríðarlegan áhuga einhvern veginn á því hvernig bara samfélagið virkar og fungerar. Hvað er það sem að hefur áhrif þar, hvað er það sem að ræður hvert það fer og hvað er hægt að gera. Og ég held að hluta til kannski bara minn bakgrunnur sem bara mjög svona venjuleg stelpa frá Akranesi, svona frjáls og fékk
tækifæri, hvort það veri í íþróttum eða námi og stuðning við að gera mitt besta, að þá svona finnurðu til þín að það munar hverja og eina mannesku og þú getur haft raunveruleg áhrif. Þannig að áhugi minn, ég lærði lögfræði meðal annars vegna þess að ég hafði áhuga á því hvernig leikreglur verða til og svo framvegis og svona á bara þjóðfélagið. Og síðan byrjaði ég hjá þingflokknum og svo aðstofamaður og ákvað síðan hafði þá verið á lista Sjálfstæðisflokksins í Norðvesturkjördæmi frá 2007 og ákvað þá að bjóða mig fram og langaði að verða þingmaður og sá var ekkert búin að ákveða og hefur þetta ekki ákveðið en það er ekki undir mér komið hvað ég verið lengi. En það var bara einhvern veginn þessi svona, það bara kallaði einhvern veginn og þegar maður leyfir sér bara hlusta á það og gera það sem maður langar að þá maður meiri líkur á að maður verði góður í því og hluta til verða það tækifæri sem ég sótti og hluta til heppni en það var bara svona þessi ákvörðun að vilja hafa áhrif sko. En hafðir eitthvað áður, áður en rauninu þú kemur til starfa fyrir þingflokkin sem framkvæmdastjóri, hafðir eitthvað áður tekið þátt í innra starfi flokksins? Já, ég var formaður Ungra sjálfstæðismanna á Akranesi, ég var í stjórn SÚS 2007-2009, kosningastjóri í Norðvesturkjördæmi 2013. Þannig að ég var búin að vera sem svona áhugamál og bara kynnast fólki og læra og taka þátt í pólitísku umræðu sem var auðvitað mjög áhugavert eins og þessum stjórnartíma í SÚS 2007 þegar allt gekk rosalega vel og í gegnum svo bara verður hrun og ríkisstjórnin springur og allt þetta á sama tíma var ég að læra lögfræði í HR þannig að það var líka oft svona ákveðnir svona kontrastar það hvernig málin horfði við sem var líka bara mjög hollt þegar maður á svona mótunar árum. Þannig að ég hafði tekið þátt í flokksstarfinu en þú veist, það er ekki þannig að ég valdi flokkina því að mér fannst svona maginn minn eiga þar mest heima. Þú veist, það var ekki þannig að ég einhvern veginn hafi valið Sjálfstæðisflokkin og þess vegna haft einhverjar skoðanir. Ég bara sá hann sem verkfæri til þess að hafa áhrif og læra og geta svona áfram móta það fyrir hvað maður stendur sko. Komum aðeins inn á það að þú starfaðir sem aðstofamaður innanríkisráðherra aðstofamaður Ólafar Heydínar Nordal. Hvernig kom til að þú varst aðstofamaður hennar? Á þeim tíma þegar hún var í rauninni fór út úr stjórnmálum, það var á þeim tíma sem ég var að koma inn í þau svona með þessum formlega hætti. Þannig að við þekktumst ekki en við auðvitað þekktum sama fólkið og ég var þá framkvæmdastjóri þingflokksins og ég held satt að segja að hún hafi hlustað á fólk sem að hún treysti sem að lagði eða nefndi þetta við hana og ég áttaði mig ekkert á því þá að hún var auðvitað, og auðvitað kom það í ljós þegar ég fór að starfa fyrir hana, hún var auðvitað mikill mentor fyrir mig og þú veist, það er augljóst núna að það var heldur hluti af hennar svona ákvörðun og ástæðu að kalla mig til þess að vera í því hlutverki en ég áttaði mig ekkert á því þá þegar hún bað mig en svo auðvitað sá maður það betur og sérstaklega svona eftir á að hyggja og það var ótrúlega, þetta er náttúrulega bara merkilegu tími og hún mjög merkileg kona og ótrúlega margt sem að ég lærði af henni og ég man alveg svona ákveðna stundir þar sem ég sat á mótinu og hugsaði býta af hverju er hún þú veist, og svo leið ykkur smá tími og þá hugsaði maður tilbaka og sagði já, nú skil ég. Þannig að það var hún var sannarlega mentor en það var ekki, við þekktumst ekki, þannig. En væntanlega hefur verið töluvert stökk að koma úr, ímynda ég mér þingflokknum að starfa fyrir hann og svo beint inn í ráðuneyti öll þessi stóru mál sem eru þar og hlutverk aðstoðarmannsins. Og þetta var auðvitað á þessum tíma innanríkisráðuneyti, þetta voru auðvitað samgöngumál, kirkjumál, mannréttindamál, útlendingamál, fjarskiptamál. Þetta var rosalega lögreglumál og sýslumenn og dómstólar og það var mjög umfangsmikið og mikið að læra og Kristín Haraldsdóttir var hinn svona faglegur aðstofamaður Ólafar sem var auðvitað munaði mjög mikið og það var, ég hafði bara verið aðstofamaður í framkvæmdastjóri þingflokks í svona 1,5 ár og það var alveg stórt skref, þú veist, mér fannst ég ekkert vera búin sem framkvæmdastjóri og mér kannski lægi ekki svo á og svona eins og þegar sem betur fer það hluti af mínum karakter að þegar svona tækifæri gefast að þá segirðu bara já og svo bara finnurðu út úr því og sem betur fer
gerði ég það, en það var auðvitað mikil breyting. En svo ákveðuru haustið sumarið 2016 að gefa kost á þér í Norðvesturkjördæmi. Og hvernig svo að koma úr þessu, sem búin að vera að vinna fyrir þingflokkinn, aðstoðarmaður ráðherra og svo inn á þing? Hvernig að koma inn á þing haustið 2016? Það var ótrúlega skemmtilegt. Ég náttúrulega, þegar ég fór að vinna fyrir þingflokkinn, þá hafði ég, bæði BR-ritgerð mín og meistararitgerð mín voru annars vegar málskotsrétt forseta og svo svona lagasetningu, hvernig lög verða til og svona það lagði áherslu á stjórnskipunarrétt sem ég síðan var stundakennari eftir ég útskrifaðist og taldi mig alveg einhvern veginn kunna voða mikið í því. Og síðan auðvitað það sem þú sér þegar þú kemur inn á þingið að það hvað stendur í þingskapalögum og stjórnarskrá og síðan hvernig lög verða raunverulega til að þá er það mikið þarna á milli. Þannig að þegar ég var þingmaður þá bjó ég auðvitað að því að hafa verið framkvæmdastjóri þingflokks og aðstoðarmaður ráðherra fyrir utan mína menntun. En svo er það nú þannig að þrátt fyrir að það séu liðin núna bráðum 8 ár, þá hef ég aldrei verið óbreyttur þingmaður. Ég hef aldrei setið í nefnd til dæmis. Þannig að það er ennþá, þó ég vonast til þess að fá áfram umboð til þess að vera í stjórnmálum og ég vona að Sjálfstæðisflokkurinn fá áfram umboð til þess að vera í ríkisstjórn, að þá á ég það ennþá eftir að vera óbreyttur þingmaður sem að þannig að það er ennþá hlutir inn í þinginu sem að ég á eftir að svona fá alveg að taka inn. En þetta er auðvitað, þetta er svo áhugaverður vinnustaður. Það er engin vinnustaður eins og Alþingi, þetta er ekki venjulegur, þetta er ekki hefðbundin vinnustaður þannig. Og mikið að upplifa og læra og þegar þú hefur áhuga á fólki og málefnum og vilt hafa jákvæð áhrif á samfélagið, þá er þetta náttúrulega mikill svona suðupottur sem er kannski ekki orðið sem allir nota þingið en það er það. Það er ótrúlega gaman. Eins og nefnið, þú varst kannski ekki mikið beint inn í þessum hefðbundum þingstörfum. Þú varst ráðherra í janúar 2017, það er að vera 7,5 ár núna í júní síðan eða núna síðar þessu ári sem síðan þú tókstu við og ferð þá í nýtt embætti eða nýtt ráðuneyti svo að segja. Það var skipt upp matvælaráðuneyti, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu hérna þá í ferðamála iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti í janúar 2017 og gegndir þig í 4 ár. Ég man mjög vel eftir á þessum tíma, það var mikið að gera hjá þér eins og reyndar alltaf. En hver eru svona minnilegustu málin frá þessum árum, svona þú hugsað tilbaka? Eitthvað sem að stendur upp úr, eitthvað sem þú stoltust af? Þegar ég kem inn þá náttúrulega 2017, eins og þú þekki vel, hafandi verið með Ragnar Elínu, þá voru þetta ferðamálin, það var bara svo mikil læti. Það voru svo mikil fjölgun og það var svo margt sem þurfti að bregðast við svo hratt og við vorum í svona viðbröðum að því þetta bara óx svo hratt ár eftir ár. Þannig að það svona tók svolítið tíma minn fyrst. Við náttúrulega skrifuðum orkustefnu fyrir Ísland sem hafði aldrei verið klárað og skipti máli, en nýsköpunarmálin verð ég nú að segja voru bæði, við gerðum auðvitað nýsköpunarstefnu og bara tókum svona allnokkrar stórar ákvarðanir sem að ég var mjög meðvituð að fá ekkit endilega pólitískt kredit fyrir, hvorki ég persónulega og jafnvel ekki einu svona flokkurinn endilega að taka, því að það þyrfti að líða ykkur tími þangað til að það væri ljóst hverju þetta breytti og hvað áhrif þetta hefði á bara verðmætasköpun og nýja stoð og allt þetta. En síðan gerðist það reyndar bara töluvert hraðar heldur en ég gat ímynda mér eða mér gat leyft mér að vona. Og svo auðvitað í COVID að þá skellar á heimsfaraldur sem bara lamar ferðaþjónustuna sem var rosalega mikil áskorun og lærdómsríkt. En þar til hliðar varstu síðan með nýsköpunarmálin sem að við gátum þá líka tekið stórar ákvarðanir í svona fjárfestingu sem hluta bara af efnahagsaðgerðum ríkisstjórnarinnar á þeim tíma sem að gera það að verkum að við sáum hraðar breytingu bara í íslensku samfélagi. Þannig að þau mál og svo áhersla og það að á þessum tíma hafi svolítið nýsköpunarmáli farið frá því að vera eitthvað sem er notalegt að hafa í og með og enginn er ósammála og eitthvað svona, yfir í að vera bara grundvallar stoð í íslensku efnahagslífi og snýst ekki einu svona bara verðmætasköpunina, heldur bara hvernig samfélag viljum við vera. Þú veist, hvar viljum við vera samfélag sem að nýsköpun þrífst, þar sem að frjálsir einstaklingar hafa tæki og tól til þess að koma hugmyndum sínum til framkvæmda, fá fjármagn sem er tilbúið að veðja á það og sjá raunverulega sprota verða til sem að síðan geta bara bæði bætt líf fólks með því sem þau skapa en líka bara stækka kökuna þannig að
við séum öll sterkari fyrir vikið og séum samkeppnishæf að því leita að þetta eru störf sem að fólk vill sinna, bæði fólkina heima þannig að það flytji ekki ómargir í burtu og komi ekki aftur en líka að við séum eftirsóknarverð staðar fyrir fólk til að flytja til. En sko þessi atvinnugrein, nýsköpunarmál, hugverka, iðnaður og allt þetta hefur gjörsamlega sprungið út sko á síðustu 10 árum að minnsta kosti. Við erum að tala að sko það eru íslensk fyrirtæki sko í dag sem voru bara að byrja þarna sko rétt áður en að þú kemur í ráðuneyti sem eru bara orðin meðal stærstu fyrirtækja landsins held ég með Já, afhendi man ég Keresis á viðburði með samtökum iðnaðarins svona sprotavelun, þú veist það eru nokkur ár síðan og þetta er okkar fyrsti einhyrningur í íslensku samfélagi sko, orðið bara risastórt fyrirtæki. Það var íslenskt fyrirtæki að framleiða einhvers konar búnað til að sko flytja bóluefni og við erum að tala að íslensk nýsköpun er bara orðin eitthvað sem heimurinn notar sko. Þetta er ekkert eitthvað lítið krútlegt bara Íslendingar að vinna í einhverjum bílskúrum sko. Þetta er alvöru stóð eins og þú nefnir. Þess vegna veltir maður svolítið fyrir sér sko margir, allavega nokkrir hægri menn og í okkar flokki og aðrir án efa í öðrum flokkum sem skilgreinast þannig. Þeir tala dálítið stundum eins og þetta bara sér svolítið upp á punt. Þeim finnst að það eigi ekki að nota opinbera sjóði að neinu leyti til þess að styðja við sprota, til þess að koma þess á stað og hjálpa þess upp á næstu stig. Vilja bara að markaðurinn treysti á þetta, að hann bara leysi það eins og allt annað. Ég vissum að þú heyrt þessi sjónarmið. Sko, hvað viltu segja við þessar efasemdar raddir, svona ekki síst ef maður horfir bara á söguna? Ég held að annars vegar fannst mér áhugavert hvaða var lengi þetta svona viðhorf, nýsköpunin hún er þarna svona notalegt að hafa hann ekki endilega nauðsynleg og þú veist nýsköpunin en hún skilar sér nú seint og illa. En hún skilar sér bara ekki seint og illa og bara tölurnar sýna það. Ég held að nýsköpun hún stendur ekki og fellur með opinberum sjóðum en þessir opinberu sjóðir, þeir hafa verið hraðall til þess að flýta því sem við viljum sjá. Þannig að tölurnar sýna bara að þessir hvatar og þessi verkfæri sem þetta hafa marg borgað sig. Og þegar við, maður nefnir aftur Keresis, það getur enginn sagt hvaða leið þau hefðu farið ef ekki hefði verið fyrir opinberu sjóðuna, en það sem þau segja nú sjálf og sá sem stýri því fyrirtæki nú bara harður hægri maður, að það hafi skipt raunverulegu máli og Ísland sé framúrskarandi staður til að stunda nýsköpun. Og ef Ísland vill vera framúrskarandi fyrir eitthvað í efnahagslífi, þá er mjög skynsamlegt að vilja vera framúrskarandi í nýsköpun. Og hún auðvitað þvert á allt, við erum ekki að velja að geira og stjórnvöld eiga ekki að velja að geira. Við erum ekki að segja við ætlum að vera góð í þessu og þessu en ekki öðru. Við erum ekki að velja að geira, við erum að velja rannsókn og þróun af því að við vitum að þar getum við verið mjög sterk. Þar verða þessi fræ úti sem að síðan sprett upp sem þessi sprotar og sum verða stór fyrirtæki. Við vitum að mörg stór fyrirtæki á endanum fara eitthvert annað. Það er bara hluti af virðiskeðjunni og svona okkar svona lífkerfi fyrir nýsköpunina. Við vitum að við verðum aldrei framúrskarandi í markaðssetningu af því við erum bara of lítill markaður hér. En þarna ætlum við að staðsetja okkur. Og þegar að það sem skiptir mestu máli er við séum með heilbrigt atvinnulíf, að við séum með skýrar leikreglur, að við séum með tryggjum frelsi fólks til þess að fá að vera frjálst og skapandi. En þessir opinberu sjóðir hafa einfaldlega virkað og það hefur borgað sig og rétt eins og, ég meina við auðvitað styðjum við ýmislegt með ríkissjóðu og skattpeningum annarra til þess að gera samfélagið okkar samkeppnishæfara. Við gerum það í gegnum menntakerfi, við gerum það í gegnum alls konar hluti sem að síðan gera það verkum að við verðum stærri og sterkari. Og það er það sem við gerum þarna. Ég hins vegar að segja að það á að vera í sífelldri endurskoðun. Ég meina við erum með endurgreiðslu rannsóknar og þróunar sem eru bara töluverðar fjárhæðir og við eigum að vera tilbúin að endurhugsa það og máta það við hvað aðrir eru að gera og við getum ekki keppt bara alveg niður á botninn. En við þurfum að vera með skýra stefnu og sú stefnumörkun hefur einfaldlega skipt máli. Þar sem við tókum bara ákvörðun að Ísland verði nýsköpunarland. Og þar þarf þetta að kortleggja nákvæmlega hvar viltu staðsetja, hvað er það sem skiptir mestu máli. Við sáum til dæmis að aðgengi að fjármagni var áskorun, þannig að við stigum inn í það en við nýttum einmitt markaðinn til að gera það, eins og með Kríu. Við sögðum, þegar að markaðurinn er tilbúinn að veðja á einhverju hugmynd, að uppfylltum ákveðnum skilurum komum við á móti. Og bara svo ákvörðun meira svo endanum sýndi sig
hún ein og sér að hafa tekið ákvörðunina virkaði vegna þess að það kom meira fjármagn. Og svo hefur við þá bara verið tilbúin að bakka út, stíga inn eftir þörfum. Það er hluti af því sem að stjórnmálin eiga að gera til þess að tryggja að við séum með trausta stefnu og verkfærin til þess að ná henni fram. Ég meina við vorum með nýsköpunarmiðstöð sem að þurfti á sínum tíma að stofna þegar við vorum með allt annars konar umhverfi. Síðan tókum við ákvörðun að leggja henni niður. Þá gátum margir sagt, já, en hún er með alls konar verkefni sem að, já, en við lögðum niður opinbera stofnun, við skiluðum 300 milljónum inn í ríkissjóð, við færðum verkefni á nýja staði, settum þau í samstarfi einkaaðila, samstarfi háskólasamfélagið eða sögðum, ef það er þörf á þessu, þá mun markaðurinn finna út í. Og það er nákvæmlega það sem að, hann hefur gert. Ég ætla ekki að velja lengi, þú varst dómsmálaráðherra 2019, en svo hefur verið utanríkisráðherra, svona mestan part þessa kjörtímabils, varst líka stutt í fjármála- og efnahagsráðuneytinu, þangað til þú fórst aftur í utanríkisráðuneyti nýlega og ég held að hafi ekki farið fram hjá neinum að það hefur verið mikið að gera hjá utanríkisráðherra Íslands á þessu kjörtímabili og í góðu og slæmu, það hefur ekki allt verið skemmtilegt en ímynda ég mér. En svona, hvað stendur upp úr, stríð í Úkraínu, innrásin í Ísrael og þessi hernaður, en síðan fullt af öðru, mikið af alþjóðlegu samstarfi sem er að leiða líka til margra góðra hluta, svona ef þetta er að nefna einhver mál. Það er klárlega allsherjar innrás Rússlands inn í frjálst og fullvalda ríki sem að eitt og sér er auðvitað stærsta öryggisógn sem við höfum staðið frammi fyrir í marga áratugi og er líka verið að vega að því alþjóðakerfi sem að við byggðum hérna upp eftir seinni heimsstyrjöld átt að koma í veg fyrir að svona hluti gætu gerst og er það alþjóðakerfi sem að við einfaldlega byggjum okkar tilveru á. Það markar allt annað sem við gerum og það er alveg sama hvort þú ert að tala að undirrita fríverslunarsamninga eða ert með utanríkisviðskiptahattinn á, að þá segirðu já, það fer nú eftir því hvernig þetta fer, hvað áhrif það hefur á til að mynda bara hagkerfi heimsins og hvernig við stýrum því, vegna þess að það hefur bein áhrif á það. Þú ert með þróunarsamvinnuhattinn og þar í öllum samtölum þá hefur það líka áhrif, bæði bara þetta svona fjölþjóðakerfi sem við höfum og hvar ríki ætla að staðsetja sig þar, en líka afleiðingar af allsherjar innrás Rússlands sem það hefur haft á öryggi annarra heimsálfa. Við tökum bara til dæmis Afríku, bara þróun á matvælaverð og allt þar fram til göttunum, þannig að það snertir allt saman. En öryggis- og varnarmál eru orðin bara sá málaflokkur í utanríkisráðuneytinu, í íslensku samfélagi, í Evrópu, í bara gagnvart okkar vinum og bandamönnum orðið bara rosalega stórt atriði. Og mér finnst mjög mikilvægt, mér finnst það orðin verulegur ábyrgðarhluti af stjórnvöldum á Íslandi að tala um hlutina eins og þeir eru. Og ég veit alveg hvenær ég er að segja hluti sem að það sem þú ert að svona ýta á það sem fólki finnst þægilegt eða ekki þægilegt. Og ég veit að fólk upplifir okkur á Íslandi sem svona frekar bara algjörlega öruggt ríki, við erum þetta öruggasta land í heimi, og svona við séum friðelskandi og viljum tala fyrir þeim sjónarmiðum. En ég bara segi það samt alltaf aftur og aftur að ég kann ekki við það þegar við tölum um okkur eins og við séum meira friðelskandi en aðrir. Ég veit að frjálsir borgarar í Úkraínu þrá friðinn mjög mikið og ég veit fáa sem þrá hann eins mikið og þau. Þess vegna eru þau að biðja vopn til þess að geta varist allsherjar innrás óvinaríkis sem að vilja eyða þeim. Og við getum verið þakklátt fyrir það að vera ekki hér með her, að vera ekki með nágranna eins og sumir eru með, en við eigum ekki að gorta okkur af því að við séum ekki með her, vegna þess að við erum varin af herjum annarra ríkja. Það er bara okkar staða, vegna þess að við, með Sjálfstæðisflokkinn í broddi fylkingar, höfðum vit á því og skynsemi og hugrekki og kjark á sínum tíma til þess að taka það ákvörðun að vera stofnaðilar að Atlantshafsbandalaginu, sem er bara ein allra stærsta og mikilvægasta ákvörðun sem að Ísland hefur tekið. Þannig að þegar þú varst að spyrja áðan í byrjun, hvað er það sem hefur ráðið því einhvern veginn að Sjálfstæðisflokkurinn hefur notið þessara velgengni, að þá myndi ég vilja segja líka fólk sem er með svona skýran kompás og hugrekki til þess að gera það sem þarf, en ekki bara það sem er þægilegt og ekki bara það sem að svona kannski fólk heim í stofu myndi vilja heyra.
af því að þegar þú tekur að þér að vera leiðtogi í samfélaginu, þá þarftu líka að draga stundum vagnin eða segja ykkur hluti eða færa línun í sandinum eða þú bara berð ábyrgð, bæði berð ábyrgð á þínum málaflokkum, en mér finnst ég líka bara manneskja sem að sitt fundi og fæ upplýsingar og á samtöl við aðra. Mér finnst ég bara bera skylda til þess að koma því áleiðis, líka þegar það væri miklu auðveldara að sleppa því bara. Þannig að allsherjarinnrás Rússlands og bara sú árás á þetta alþjóðakerfi og hvernig heimsmynd við viljum raunverulega sé ofan á langstærsta atriði og þess vegna þótt þetta hafi verið ótrúlega erfiði tímar og það súrrealískt að hugsa og ég man svo eftir þessa tilfinningu þegar ég byrjaði þegar stríðið braust út að ég horfði á börnin mín og hugsaði herri bíddu nú við þeirra einhvern veginn sko uppvöxtur verður mögulega bara í allt annars konar heimi heldur en minn. Þannig á það ekki vera og það ósanngjarnt og þetta horfi ég á þau í vernduðu umhverfi á Íslandi og með öll þau tækifæri og öryggi sem þau eru með umfram mjög mörg önnur börn. En það er svo auðvelt að taka þessi réttindi tilbaka, það er svo auðvelt að vera komin í ykkur allt aðra og verri stöðu, þannig við megum aldrei vera værukær gagnvart því og þess vegna skiptir það máli. Sjálfstæðisflokkurinn hefur til að mynda alltaf verið svo skýr út frá öryggis- og varnarmálum. Líka þegar að fólki fannst það bara einhvern veginn ekkert skipta þannig í máli. Að þá sem betur fyrir höfðu við að minnstakosti nokkra svona áberandi einstaklingar sem að héldu upp og þetta munu sérstaklega Björn Bjarnason í hug. Þannig að þetta, og það í gegnum öll þessi embætti sem að ég hef fengið að sinna og nú það orðin 4 ráðuneyti, að þá endanum snýst þetta alltaf sko, þú finnur alltaf kompásinn, bara hvernig get ég beitt mér út frá því sem að ég raunverulega stend fyrir og trú á. Og það hvílir allt á þessum svona grundvallar gildum sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur staðið fyrir í 95 ár. Engin kona gegnt embætti utanríkisráðherra lengur á Íslandi en Þórdís Kolbrún. Af hverju ætli það sé? Það náttúrulega ekki langt síðan að konur byrjuðu að stíga fæti inn í utanríkisráðuneyti sem utanríkisráðherrar og hin skiptin þá var það bara svona hluti af kjörtímabili. Og ég held að þetta endurspegli bara þá tíma sem við höfum lifað. Þessi málaflokkar, sérstaklega kannski öryggis- og varnarmál, hafa nú og eru enn, svona karllægari, þannig að það kannski líka hefur haft áhrif. Hverjir hafa sóst í það og það hafa náttúrulega kannski verið miklu færri konur og allt það. En ég mjög stolt af því og fekk blóm þegar ég var búin að vera lengur. Sko, nú heitir þú gríðarlega fjölda af ráðamönnum erlendra ríkja. Ekki hlustað alveg jafn mikið á þig eða þrátt fyrir þú sett kona og þessi astnaleg spurning? Nei, ég held sér ekkert astnaleg spurning. Það ég fann eiginlega meira fyrir því fyrst ég væri ung heldur en ég væri kona. Og ég held að sko oftast það þannig að eiginlega alltaf, nema kannski Norðurlandasamstarfi, eru konurnar færri heldur en kallarnir og þá þetta bara spurning hvað ætlar að gera með það sko. Þú veist, ætlar að mæta og tala eins og þú, ætlar að finnast eins og þú þurfir að tala eins og kall, þú veist, ætlar að mæta í svörtum jakkafutum eða dragt til þess einhvern veginn að falla inn eða ætlar að bara vera 35 ára kona og segja það sem þeir finnst út frá því sem að íslensk stjórnvöld tala fyrir með hagsmuni Íslands að leiðarljósi, með út frá því að vera verður bandamaður þar sem við erum bandamenn og svona þora þá bara eins að svona vera öðru vísi heldur en kannski meiri hluti hópsins og ég hafði alveg hugsað kannski þarf maður að þú veist að því ég stundum sagt að maður þurfa að passa í svona piparkökuform, hvort sem að ég hugsaði þegar ég var varaformaður, ég hugsaði þegar ég var ráðherra og var ung og ég hugsaði þegar ég var utanríkisráðherra og komin einmitt á svona eitthvað stærri svið og þú veist það eru svona eitthvað allt svo alvöru gefið og svona. En svo bara kemur í ljós að það bara eftirspurn eftir því að vera mannlegur og venjulegur sko. Ef þú leyfir þér að líka tala út frá maganum og svona vera þú sjálfur að þá nú kannski bara jafnvel frekar hlusta heldur en hitt. Þannig að ég hef bara litið á það sem tækifæri umfram nokkuð annað. Talandi varaformennsku, þú
varst kjörinn varaformaður Sjálfstæðisflokksins í mars 2018 og ég held ég geti sagt að þú hefur verið nokkuð óumdeild í því embætti síðan. Þetta er stórt embætti. Hvernig kom þessi ákvörðun til? Í grunninn er þetta held ég bara alltaf það sama. Ef þú trúir því að þú hafir eitthvað fram að færa og hefur næga svona auðmýkt til þess að skilja það að það er ekki bara undir þér komið hvort að það gangi eftir eða ekki, að þá leitaru leiða til þess að bjóða fram einhvern veginn þá krafta. Ef þú ert tilbúin að tilenga þér og svona tilbúin að gefa tímamanns og orku og þessi ár í þetta. Þannig að ég hugsaði, ég var tilbúin til þess að vera í forystu Sjálfstæðisflokksins og vildi gera það án þess að þurfa að passa í þetta pippa og kökuform. Og ýmsu sögðu að það myndi ekki endilega ganga. Þú veist, ég væri of ung eða flokkurinn væri ekki fyrir fólk eins og mig og eitthvað svona. En það var alls ekki þannig. Og nú hef ég verið varaformaður í 6 ár. Og auðvitað tekur ákvörðun, og ég gerði það strax, tók ég ákvörðun að óskæfti ég að vera varaformaður í flokknum, flokks minn treysti mig til, og hluta þeirra ákvörðun var að ég væri að segja það skýrt að ég vildi á einhverjum tímapunkti fengi ég umboð og tækifæri og stuðning til að leiða flokkinn. Svo verður það bara komið ljós hvernig það fer, en ég hef verið ótrúlega stolt af því að vera forystumaður í stærsta og öflugasta stjórnmálaflokki í landinu með þessa glæstu sögu. Rúm 6 ár, svona, eða þú ættir að segja eitthvað þínar áherslur eða svona eitthvað breytingar sem að þú getur nefnt hvort sem það er innan flokksins eða bara í stjórnmálunum almennt og áskoranir sem að forysta Sjálfstæðisflokksins hefur staðið frammi fyrir á þessum árum, eitthvað sem stendur upp úr. Það eru þetta alltaf áskoranir og við myndum að gengi í gegnum töluverðar breytingar bara í stjórnmála umhverfi á Íslandi. Þú veist, það er svo stutt síðan að voru 4 flokkar á þingi og nú eru þeir orðnir 8 og ég veit ekki einu sinni hvort þeir verða jafnvel 9 eftir næstu kosningar eða hvað. Og svo eru þetta bara alls konar, ég meina það er auðveldara að mörgu leyti að vera í stjórnarandstöðu og algjörlega einhvern veginn svona frjálst til að segja hvað þeir finnst og geti tekið skýrustu afstöðuna og fengið mesta klappið þann daginn. Það er allt annars konar verkefni að vera í ríkisstjórn með öðrum flokkum sem ég hef bara verið, þú veist, í 3 flokka samstarfi í þessar 3 ríkisstjórnir og gera málamiðlanir alla daga. Það er ekkert alltaf vinsælast að gera það. En það er nú þannig í lýðræðissamfélögum og sérstaklega í stjórnmálumhverfi þar sem þú ert ekki með bara 1 flokk, að þá þarftu að gera það. Varðandi hvað breytingar það hefur haft í för með sér, þá hugsaði stundum að það sé örugglega betra að spyrja einhver aðra heldur en mig. En það sem ég sá ekki fyrir, en finn mjög reglulega fyrir, er að það hefur haft áhrif á aðra að vera með unga konu í forystu Sjálfstæðisflokksins. Og þú veist, það er ekki eitthvað sem ég er eitthvað reglulega að hugsa, en ég ætla heldur ekki að vera einhvern veginn vanþakklátt eða láta eins og það hafi ekki skipt máli vegna þess að ég hef bara átt of mörg samtöl til þess að geta haldið því fram. Það skiptir marga máli og það er sérstaklega kannski konum sem finnst það valdeflandi að svona ungvenjuleg kona geti verið forystumaður í stærsta stjórnmálaflokki á landinu og verið hún sjálf á meðan hún er það. Og þess vegna fyndist mér ekki rétt ef að ég ætla að fara að breyta mér til þess að passa í þessu hlutverk, heldur frekar bara standa og falla með því hver ég er og hvað ég hef fram að færa. Þú veist, ég hvíli í þessum grunngildum flokksins, ég ber virðingu fyrir flokknum, fyrir svona þeirri funksjón sem er innan hans, fólkinu sem að ver sínum
frítíma í að vinna með okkur og fyrir okkur og mæta á fundi og taka að sér alls konar ábyrgðarhlutverk, því allir þessir hlekkir svona í þessari keðju skipta svo miklu máli. Ef það vantar einhvern þá bara virkar keðjan ekki. Þannig að þú veist, þetta er mitt hlutverk núna, svo getur það breyst og það að þora að bara vera maður sjálfur finnst mér kannski á endanum, þú veist, ég gæti ekkert gert þetta öðru svo og ég kynni það ekki og ég ætla ekki að reyna það, en mér finnst það líka bara eitthvað sem ég skulda öðrum að fá bara þá útgáfu af mér og þegar maður finnur að það skiptir alveg fólk máli, þá er það líka bara gefandi hluti af því, sko. En á endanum, þú veist, þetta kannski hljómar þetta eins og klisja, en þetta er samt bara svona, þú veist, ég er í stjórnmálum vegna þess að mig langar að hafa jákvæð áhrif á samfélagið mitt. Ég veit fyrir hvað ég stend, það hvílir í flokknum og ég vil geta, þú veist, boðið það fram. Og það er raunverulega þannig að verkefni skipta máli. Og það er stundum hugsaði það væri, kannski myndi að henta betur, þetta væri kannski einhverju liti auðveldara ef að það væri völdin sem svona gæfumanni kraftin einhvern veginn. En það er bara ekki þannig. Þú veist, fyrir mér eru þessi embætti, þetta eru verkfæri til þess að gera gagn. Þú veist, varaformannskan er verkfæri, formennskan væri verkfæri, þú veist, ráðherra embætti er verkfæri. Þetta er verkfæri til þess að gera gagn fyrir íslenskt samfélag. Þetta er ekki til þess að geta sagt, þú veist, ég hef gegnt þessu embætti eða ég hef þessi völd. Heldur, ég hef tækifæri til þess að hafa þessi áhrif og meðan ég hef það og mér finnst ég hafa eitthvað fram að færa og fólk er tilbúið að styðja mig í þeim verkefnum, þá eru það einfaldlega svona mestu forréttindi sem að ég get hugsað mér og mér finnst ég mjög sjaldan vera í vinnunni af því að ég fæ að gera það sem ég hef að gera. Sko. Þetta voru gott spjall, svona aðeins að lokum framtíð Sjálfstæðisflokksins í augum varaformanns. Hún er bara algjörlega undir okkur sjálfum komið. Ef við, sko ég myndi segja að þú veist, flokkur sem skilur framtíðina og erindi við framtíðina. Flokkur sem hefur hugrekki og kjark til þess að þora að breytast með tímanum og honum gengur betur. Flokkur sem ætlar ekki að festast í einhverjum kreddum, hann á bjarta framtíð. Flokkur sem skilur svona tímana sem við lifum, breytingarnar sem hafa orðið og geta náð haldið raunverulegu talsambandi við fólk, veist, hann á bjarta framtíð. Og við höfum vissulega verk að vinna í ýmsu, en flokkur með þessa sögu, með þennan mannauð sem við eigum í flokknum, og þá er ég ekki að vísa í lýðræðislega kjörna fulltrúa með fullri virðingu fyrir okkur, heldur fólki út all land, bara okkur einasta plássi á Íslandi sem er tilbúið að leggja sér fram við að aftur af því að þau líta á það sem verkfæri til þess að hafa jákvæð áhrif á samfélagið sitt. Honum eru allir vegir færir, en við verðum að átta okkur á því að tímarnir hafa breyst, leiðirnar til að ná til fólks hafa breyst, gildismat eða forgangsröðun og svona gildismati hefur líka breyst og mér finnst við þurfum að skilja það. Og þegar við horfum á tímann sem við lifum núna, og þá kannski sérstaklega út frá öryggis- og varnarmálum, að þá segi ég að erindi Sjálfstæðisflokksins hefur ekki verið mikilvægara og meira í mjög langan tíma vegna þess að það snýst grunninn sem við stöndum á. Allt hitt kemur þar ofan á. Og við eigum að vera óhrædd og stolt af því sem að flokkurinn stendur fyrir, hefur staðið fyrir og við eigum að vera síðan bara auðmjúk og einlæg þegar kemur að hlutum sem að við hefðum viljað gera betur eða ætlum að læra af það. Það er hlut af því að taka stórar og erfiðar ákvarðanir mjög reglulega. Það er miklu auðveldara að vera bara ekki með bakbókana því að þú bara hefur ekki þurft að ganga með hann eða það hefur ekki farið í hann sko. Og mér finnst það að vera, þess að finnst mér stundum svolítið eins og við þurfum svona að afsækja slettuna og óna það. Að við höfum verið valdaflokkur. Það þýðir að sko, þegar þú tekur stórar ákvarðanir stundum bara þú færð ekkert endilega mikinn tíma til þess að liggja yfir þeim. Þá ekkert allar ákvarðanir réttar.
það er bara hluti af því að fara með völd og hafa áhrif. Og við eigum bara að leggja það svolítið á borðið. En ef við höldum okkur við það sem flokkurinn stendur fyrir, ef við þorum að vera hægri menn, tala fyrir hægri pólitík og segja upp átt að við viljum meira hægri í íslenska pólitík, þá eigum við bjarta framtíð. Og ef okkur tekst að tala til þeirra sem eru borgarlega þenkjandi á Íslandi, fólk sem hefur farið frá okkur, við viljum fá hægri sinna borgarlega þenkjandi fólki í flokkin, hvort sem eru utan hans núna eða voru inn í honum eða hafi ekki verið inn í honum eða hvað. Og mér finnst einhvern veginn, ef flokkurinn nær að halda í það að vera afl og svona hreyfafl fyrir fólk sem að hugsar fyrst, hvernig get ég gert gagn, hvernig get ég orðið að liði í mínu samfélagi, en ekki spurt bara hvað ætlar einhver annar að gera fyrir mig eða hvaða rétt á ég eða hvernig ætlar einhver annar að bjarga þessu fyrir mig. Þá er það flokkur sem á áfram bjarta framtíð. Við látum þetta verða lokaorðin. Kæra þakki fyrir komuna, Þórdís Kolbrún, og gangið þér sem allra best. Við höldum áfram að fá til okkar viðmælendur og ræða sögu Sjálfstæðisflokksins á næstu vikum. Fylgist með og lifið heil.